Já, góðan daginn. Þetta Ásdís Ósk hjá Húsaskjól fasteignasölu. Ég komin hérna upp í bústaðabyggð þar sem við vorum að taka inn einn bústað í sölu, Eyjafell 21-3. Þetta bústaður sem staðsettur á 2 eignarlóðum, samtals 3150 fermetrar og eins og þið sjáið þá lóðin algjörlega skógi vaxin. Þannig að þetta frábær staðsetning. Þetta rosalega rólegt og þægileg staðsetning. Og það sem gerir þetta svolítið skemmtilegt að þetta eru 14 bústaðir í lokuðu hverfi. Þannig að þetta svona tilfinningi sem að fara hérna svolítið eins og maður sé staddur í litlu sveitaþorpi í útlöndum þar sem að allir þekkja alla og þú getur bara á sunnudagsmorgni þegar þú ert að baka vöfflur og vantar sykur þá bara hleypur yfir í næsta bústað og fær lána einn bolla sykri. Þetta allt umhverfið hérna svakalega snyrtilegt. Allir bústaðirnir, öll aðkoma og manni líður svakalega vel hérna. Það rólegt, það notalegt og það bara einfaldlega æðislegt að vera hérna. Lóðin sjálf, hún eins og ég sagði áðan, algjörlega skógi vaxin. Þú ert með hérna í kring, það eru fjöllin, hérna bak við bústaðin Eyjafell. Þannig að það rosalega mikið af tækifærum bara fyrir útivist og gönguveru og bara almenna hreyfingu. Síðan sjáið þið hérna fyrir neðan, það sést glitta í Meðalfellsvatnið. Þannig það rosalega stutt að sækja veiði. Það hægt að kaupa veiðikortið til dæmis og þá hefur rétt að því að veiða í Meðalfellsvatninu og ég ætla að sýna ykkur það aðeins á eftir, svona í lokin ætlum við að keyra niður á vatni og sýna ykkur aðeins hvernig vatnið Og bústaðurinn sjálfur, hann hérna bara á palli. Það pallur sem svona ellaga í kringum bústaðinn. Þetta eiginlega meira svona eins og lítið einbýlishús heldur en sumarbústaðir. Það í þessu 3 svefnherbyggi, stofa, eldhús sem opið rými, það kamína í stofunni og baðherbyggi sem með tengi fyrir þvottahús. Og bústaðurinn skráður 65 fermetrar en það hérna viðbygging við bústaðinn sem 3. svefnherbyggið. Þannig að hann og síðan erum við með geymsluskúr í garðinum sem sést bara hreinlega ekki fyrir gróðri. En þetta svona cirka 80 fermetrar, segir eigandinn, af íbúðarými. Síðan erum við með hérna fyrir aftan, þar erum við með gróðurhús sem að gefa náttúrulega möguleika á alls konar ræktun og það hægt að hafa þarna kryddjurtir eða hvað sem að fólk vill. Þannig að ég ætla svona að láta myndaðilinn aðeins hlaupa hérna yfir og sýna ykkur umhverfið og síðan ætlum við að skjótast niður á vatn og kíkja hans á möguleikann þar. Jæja, þá erum við komin inn að Meðalfellsvatni og maður bara einhvern veginn finnur hvernig kyrrðin og róin færist yfir mann. Hlusta á vatnið, leika sér í fjöruborðinu, sjá sig, komin jafnvel í vöðlurnar, henda út smá veiði. Það hægt að veiða urriða, bleikju og lax því að áin Bugða, hún fellur úr Meðalfellsvatni yfir í laxa þannig að laxinn gengur upp í. Og þetta bara einfaldlega þannig að ef þú ert til dæmis með aðgang að veiðikortinu þá máttu veiða í þessu vatni og það bara æðislegt að vera hérna, njóta þess að vera út í náttúrunni og bara slaka á. Og þú ert ekki nema cirka 5 mínútur frá bústaðnum upp í Eyjafelli og niður á vatni. Þannig að þetta bara frábær staðsetning og bara virkilega hægt að slaka á og njóta lífsins. Þú ert 40 mínútur frá höfuðborgarsvæðinu, þannig að það tekur þig 40 mínútur að fara úr Erli yfir í algjöra kyrrð. Þannig að kíkja á þetta með mér og sjáu hvort þetta sé rétti bústaðurinn og rétta staðsetningin fyrir ykkur. Takk.